Í þessu vídeói verður sýnt hvernig endurgjöf og einkunn gefin fyrir verkefni. Í lokinu verður stutt innlit í einkunnabókina og meðal annars sýnt hvernig einkunn skráð beint þar. Það byrjað á að opna verkefnið sem á að meta, annaðhvort hér á heimasíðunni eða undir verkefni. Hér hægra megin farið í SpeedGrader, þar sem einkunn og endurgjöf skráð. Einkunn sem skráð í SpeedGrader flyst sjálfvirkt í einkunnabók námskeiðs. SpeedGrader líka notaður til að meta umræður sem á að meta til einkunnar og svör í prófi, til dæmis við ritgerðarspurningum. Ég ætla að byrja að útskýra umhverfið. Skil nemandans sjást hér og í stóra glugganum hægt að lesa skjal nemandans. Nafn nemanda kemur fram í efra hægra horni. Hér lengst til vinstri eru nokkrir hnappar. Það hnappur til að fara yfir í einkunnabókina, til að fela einkunnir og endurgjöf fyrir verkefnið. Ég vel fela einkunnir og þá opnast panel hér hægra megin þar sem ég fæ upplýsingar þessa aðgerð. Þar stendur á meðan einkunnir fyrir þetta verkefni eru faldar, fá nemendur hvorki nýjar tilkynningar þær né geta séð þær. Nemendur geta séð að einkunnir fyrir verkefnið eru faldar. Þú getur byrjað að senda tilkynningar aftur með því að smetla og birta einkunnir tengilinn. Og ég staðfesti að ég vilji fela. Til að birta síðan einkunnir og endurgjöf smelt aftur hér og valið að birta einkunnir. Og það þarf að staðfesta líka hér hægra megin. Undir tannhjólinu eru valkostir. Það hægt að velja hvað röð nöfn nemenda birtast og svo getur kennari falið nöfn nemenda og nota nafnlausa einkunnagjöf. Það eru reyndar fleiri möguleika varðandi nafnlausa einkunnagjöf sem ekki verður farið í hér. Hjálpin til að fara á hjálparsíðu Canvas Community. Hér eru flýtilyklar sem ágætt að tileinka sér. Jóð á lyklaborðinu kalla fram næsta nemanda. K kalla fram fyrri nemanda. Með G fer bendillinn beint í einkunnareitin. Þegar slegið á C fer bendillinn í reitin fyrir athugasemdir eða endurgjöf kennara. Hér kemur heiti verkefnisins fram og þetta líka tengill á verkefnið. Fyrir neðan skiladagur og tími og tengill yfir á heimasíðu námskeiðsins. Hér kemur fram hversu mörg verkefni búið að meta, núverandi meðalengun fyrir verkefnið og að nú ég að skoða skil 4. nemanda af 10. Það hægt að kalla fram skil tiltekins nemanda með því að velja nafnið í nafnalistanum eða nota örvarnar sikkur megin við. Svo auðvitað hægt að nota flýtiliklana sem ég myndist á áðan. Hér fyrir neðan koma fram upplýsingar skilin, hvenar var skilað og skrárnar sem var skilað. Ef það fleiri en ein skrá frá nemanda þá smelt á skrána til að skoða hana í glugganum til vinstri. Til að hlaða niður skrá nemanda smelt á litlu öruna hægra megin við skrána. Einkunnin slegin inn. Ef matskvarði var tengdur við verkefnið og merkt við að nota hann fyrir einkunnagjöfina, þá nóg að smetla í viðeigandi reiti í matskvarðanum og Canvas sér að reikna saman einkunnina og setja í einkunnareitin. Hér pláss fyrir endurgjöf eða athugasemd kennara. Það boðið upp á að setja inn viðhengi og skila skrá til nemanda og það hægt að taka upp tal eða vídeó og hlaða upp vídeói eða hljóðskrá. Hér talgreining sem virkar ágætlega með ensku en ekki með íslensku. Þannig að það hægt að tala inn endurgjöfina á ensku og Canvas sér að setja hana í texta. Vinstra megin sjást skil nemandans og þar getur kennari notað verkfærin fyrir ofan til að setja inn athugasemdir í skjal nemandans. Hér hægt að snúa skrá nemandans sem henta til dæmis ef nemandinn skilar inn skönnuðu skjali sem snýr vitlaust. Það hægt að zooma að eða frá. Það hægt að láta skjalið fylla út í skjáinn. Hér hægt að setja athugasemdir við ákveðin stað í skjalinu. Og það hægt að nota pennan til að merkja ákveðin texta með lit og setja inn skýringar. Það hægt að færa hluti til með örinni.
Hér er hægt að strika yfir texta og það er hægt að teikna inn í skjalið. Og hér er boðið upp á að ramma inn texta og setja athugasemd með. Til að eyða athugasemd er einfaldlega smellt á hana og svo á ruslatunnuna. Þetta þarf að vista hér neðst til hægri. SpeedGrader vinnur algjörlega með einkunnabók námskeiðsins og færir allar einkunnir inn þar. Hér er að lokum stutt innlit í einkunnabókina. Það er líka hægt að skrá einkunnir beint í einkunnabók. Einkunnir sem eru skráðar hér sjást líka í SpeedGrader og ef einkunn er breytt í einkunnabók þá breytist hún leið í SpeedGrader. Það er hægt að birta og fela einkunnir í einkunnabókinni. Með því að smetla á litlu öruna er hægt að velja aðra möguleika, til dæmis að þessi tiltekni nemandi sé undanþeginn því að skila verkefninu. Einkunnabókin býður líka upp á aðra möguleika. Hér er hægt að senda nemendum skilaboð, til dæmis þeim sem ekki hafa skilað verkefninu. Annað sem einhverjir kennarar myndu sjálfsagt vilja notfæra sér er að einkunnir séu sjálfvirkt faldar fyrir verkefni þar til kennari birti þær. Þá er þetta að birta öllum í einu eftir að einkunnir hafa verið gefnar. Þetta er hægt að stilla fyrir einkunnabókina í heild. Þá gildir sú regla fyrir öll verkefni. Það er farið hér í litla tannhjólið efst til hægri og í einkunnabirtingastefnu. Þar er valið að birta einkunnir handvirkt og smelta á uppfæra. Það er ýmislegt fleira hér í einkunnabókinni en þetta verður látið duga að sinni. Takk fyrir.